að það var sturlaður leikur í Sethöllinni. Selfoss tók á móti ÍR, já, ég held við verðum bara að hoppa beint í lokasóknina þar. Ási, hvað getur við sagt hérna? Það er 20 sekúndur eftir, hann allt í aft. Taka leiklu, klipping og alltaf einangra hann maður og mann. Okay. ÍR getur standa af sig, bara góð vörn. Hendin uppi, ein sending, þannig að þeir fara beint í að stilla. Kemur Hannes Höskulds, hornamaður. Mjög eðlilega stillar upp fyrir hornamann og hann hendi bara í bara mikilvægasta mark tímabilsins líklega fyrir Selfyssinga. Nú þeir innbyrðu svo ÍR og konið 4 stigum fyrir ofan. Þetta er lágt sjáum þetta. Þetta er hérna og þetta er svona í dansa við skrefin. Þetta eru 4-5 skref en ákast ekki dæma að skrifa góða hreyfingu. Já, þú veist, skrifa alltaf dæma að skrifa en hann á að losa sig frá manninum og hendi undirhanda skot þarna beint niður í blá hornið er ótrúlegt, sko. Þetta er, já, bara, eins og segir, bara fyllt mikilvægt mark. Ég held að sé bara mikilvægasta mark tímabilsins Ég held að sé alveg það sé engin spurning, sko, og stórkostlegt mark og ég held að Selfyssingar hljóti ennþá að vera að fagna það. Ég vona það. Leikmennir út í rólegri fólki á Selfoss hafa áfram í þá er þetta þvílíkt mark, sko. Það virkar þannig stemning allan en sko þetta var algjör naglbítur og það var síðustu 10 mínúturnar þá voru liðin bara að skora á víxl. ÍR-ingarnir neituðu að gefast upp og þeir jafna bara frá 28-28 til 34-34 trekk í trekk. Selfyssingar er góði, sko, en frá 28-28 jafnt á öllum tölum og ÍR-ingarnir alltaf að elta. ÍR-ingarnir jafna í hvert einasta skipti og auðvitað endar þetta því að Selfoss skorar þá 35. markið. En á þessu kafla verður maður að hrósa ÍR-ingu fyrir að, þú veist, þessum ungu strákum fyrir að standast pressuna og ná alltaf að jafna leikinn. Og þeir gerðu það bara nokkuð vel og voru inni hérna fá allavega eitt víti til þess að komast yfir á svo lokakafla líka sem er, þú veist, fá 1-2 tækifæri til þess að komast yfir en brenna víti og ná ekki kannski brjótinan ís að komast yfir. Þá hugsa ég jafnvel að leikurinn hefði snúist þeim í hag ef þeir hefðu náð þessu. Já, mér fannst þeir ekki meiri vandræðamenn til að skora á þessu kafla. Það vantaði kannski, þú veist, það vantaði markvörst í leikinn. Ég meina, Selfyssingarnir eru bara með 8 varinn skot en ÍR-ingarnir eru bara með 6 varinn skot og það er þvílíkt dýrt í svona leik því að varnarleikurinn var ekki hræðilegur. Nei, akkurat.